Velkomnir í skautahöllinni í Laugardal. Hér eftir örskamma stund mun skautafélag Reykjavíkur taka á móti skautafélag Akureyrar. Þetta er síðasti deildarleikur tímabilsins. Ég heiti Kristín Ómarsdóttir og með mér er hún Jóhanna Bárðardóttir. Komið sæl, kæra áhorfendur. Við ætlum að fylgjast hérna með þessum leik SA og SR, heimaleikur SR. Þetta er, síðasta leikur á þessu tímabili? Já, síðasti leikur í tímabilinu. Svo eru bara úrslitin og það er ljóst að SA og SR mun etja kapp í úrslitunum. Já. Það var ljóst fyrir síðasta leik eins og þú segir mér aðeins. Já. Fjölnir er ekkert að fara að berjast titilinn í ár. Ekki í ár. SR vann hérna uppkastið. Bara beint í sókn. Hvað sér Jóhanna, hvernig leik heldur að við megum búast við í kvöld? Sko, miðað við síðustu leikina sem að þessi lið hafa verið að spila gegn hvort öðru þá hefur þetta verið svolítið markasúpa sko, þannig að ég geri fastlega ráð fyrir einhverju slíku hérna í kvöld. Já. Við erum allavega spenntar. Já, við erum spenntar. Það er sko hart er barist, það er alveg ljóst sko. Þeir eru ekkert að fara að gefa neitt eftir SS-strákarnir þó svo að þeir hafi þurft að lúta í minni pókan í síðustu leikjum. Já, akkurat. Við sjáum bara hvernig leikunum byrjar hér. Þetta er dálítið ping-pong. Þeir halda pekkinum stutt. Nú er SF komin í sókn og skot á mark, það er varið. Akureyringar vinna pökkin í uppkastinu og hann fyrir út af. Vorum við búin að segja hverju dómarar leiksins eru? Nei, hann ekki voru því. Hérna er aðaldómarinn í kvöld er hann Sindri Gunnarsson. Svo erum við með hann Óla á línunni og hana Elvi Hjálmars. Akureyringar eru með pekkin og þeir taka bara sinn tíma í breakoutinu. SR-ingar eru ekki að pressa mjög hátt. Nei, þeir liggja svolítið baka til. Góð vörn. Glæsileg vörn hjá Birki Árnasyni. Ísing. Óli flautar ísingu. Uppkast í varnarsvæði SA. Akureyringar virðast ósáttir við þennan dóm. En svona er þetta stundum, það þarf bara hlusta á það sem dómarinn segir. Það er lítið hægt að breyta ákvörðun dómara. Já, það er ekkert hægt að þið ekkert að rífast eftir þessu. Nei. Þeir vinna nú uppkasti SR-ingar en missa pökkin fljótt í SR og þeir eru komin í sókn. Já. Í marki hjá SA-ingum er hann Róbert Steingrímsson. Skot á mark. Markmaður SA grípur hann.
Akureyringar reyna að koma pekkinum út úr svæðinu. Missa vald á pekkinu þarna og SR stillir upp í sókn. Pétur Mokk reynir að leita þarna einhverjum opnum. Einhverjum samherjum, hjálpa sér. Og það er ísing aftur. Ísing þýðir þegar að pökkurinn fer óhindraður yfir hálfan ís eða meira. Ef engin leikmaður hefur snert pökkinn. Já. Þetta er til þess að það sé ekki hægt að skjóta pekkinum bara alla leið eftir ísnum og einn maður mæti bara og skota á mark, sko. Til að gera þetta svolítið meira spennandi. Svolítið meira taktískara. Þannig að reyna þess að enga langa sendingu en hún var stoppuð af honum Daniel. Þessaringar eru að reyna að komast í færi og ná þarna skoti en það fer í varnarmann Akureyringa. Pökkurinn fer út úr svæði og SR heldur pekkinu. Þeir ákvað að taka hann bara hérna á bak við mark og stilla upp. Ævar er með pökkinn, fer inn í sóknarsvæði en missir hann. Og SA-ingar eru komnir í sókn. Uss. Nú er komin heit í menn. Markmaðurinn liggur á ísnum. Ævar er hérna í markinu og lá ón á pekkinu. Báðum liðum langar augljóslega að vinna og eru því mikið keppniskap í mönnum. Já, ég held að sé óhætt að segja það. Ég held að sé hérna, ég held að SR-ingar séu mjög sigurþyrstir. Þeir hafa aðeins unnið einn leik gegn SA á þessu tímabili og það var fyrsti leikur sem þessi lið spiluðu hérna í haust, síðasta haust. Já. Það er orðið dálítið langt síðan þeir unnu Normenn. Já, það er það. Þannig ég hugsa að þá langir nú dálítið að klára hérna tímabili með sigri á heimavelli. Já, heldur betur. Ég hugsa að það sé ekki neinn spurning, sko. Það gæti verið sætt. Já, mjög. Þessiringar eru með pekkinn. Sendu upp á Birki. Hann reynir skot. Spila, segja þér. Haldum við bara áfram. Hvað skemmtilega að segja hver er marki í hjá SR? Það er hann Ævar Björnsson. Númer 8-10. Nú reyna norðamenn að stilla vel upp og fara í sókn. Missa pökkinn hérna aðeins niður. Það er hart barist. Já, það er náttúrulega hluti af leiknum að láta aðeins finna fyrir sér, sko. Glæsilega varið hjá Ævari. Atli skot. Það er varið. Akureyringar reyna að koma pekkinum hérna inn í sóknarsvæðið. Það er sterk vörn SR-inga, blokkaði þetta. Já, þeir eru að spila líka svolítið hátt, sko, í vörninni. Þeir eru greinilega að reyna að halda Akureyringunum svona eins utarlega í sóknarsvæðinu og þeir geta, sko. Já, akkurat.
Níels pressar. Og þarna missa þær aðeins fram úr sér. SA eru komnir í sókn. Það er hérna Jóhann Leifsson með pökki núna. Hann reynir að finna samherja. Ingvar Jónsson tekur skotið og skorar. Já, 1-0 fyrir SA. Stóðsendingu frá Jóhanni Leifsinni. Fyrsta mark leiksins. Þannig að sjá endursýningu. Jóhann fær pökkinn beint fyrir utan og skorar hreint. Laumaði sér beint í netið. Ævar sá ekki pökkinn. Nei. Getur verið svolítið slungi fyrir markmann að sjá pökkinn þegar hreyfingin er kvik. Og menn, sérstaklega þegar sóknarmenn andstæðingarna stilla sér vísvitandi upp svona í sjónlínu markmannsins Já. til þess að reyna að villa fyrir honum sko. Akkurat. Og þá eru uppkast frá miðju. S-eringar ná uppkastinu. Eitthvað að brasa við að halda honum. Og hann er skotinn beint niður í horn. Löng sendingur eftir markið. Þeir eru eitthvað aðeins að hingra þarna eftir uppstillingu. Skipta út af. Allir slagir, engin pressa. SR er ekkert að pressa neitt. Orri Blöndal hérna með pökkinn. Þeir hanga bara rólegir, bíða. Já. Þarna náði SR komast inn í aðeins og trufla á. Þetta var ekki nógu góð sending fyrir markið og þeir missa pökkinn. SA eru komnir í sókn. Þeir skiptast á þarna snerta pökkinn liðin. Kári með pökkinn og hann ætlar að reyna. Sendir pökkinn djúpt í sóknarsvæði. Og strákarnir elta niður í horn. Þeir eru að pressa ofarlega núna. Já, eru að færa sig aðeins ofar heldur en þeir voru. Bakkurinn kemur á lofti, beint í varnarmenn SA-eringa. Sjá hvort þeir eru að reyna þarna eitthvað eftir markið. Þeir eru snöggir. Þarna datt hann Atli og rákust þarna saman. Atli slengdist aðeins hérna í battan, hann verið svona verið læg með hann, hann er komin út af skiptingu. Spila, öskraðir. Æseringar ná valdapekkinu. Þarna dettur hann. Þetta Pétur Mokk. Hann ná að henda pekkinu minni svæði. Markmaðurinn stoppar pekkin. Pétur pökkinn, hann leitar að samherja. Óheppileg sending beint í andstæðinginn. Reyndi hérna langa sendingu yfir svæðið og fór beint á Jóhann Leifsson í liði SA. Ísing á SR.
Akureyringar skipt línu og svo stilt upp í varnarsvæði SR-inga. Það lið sem fær ísingun á sig má ekki skipta lið. Leikmenn. Ævar náði Ævar Ver. Þessum bekki og beint hérna á hann. Það var svona óheppilegt hjá honum Þórhalli Viðarsinni. Hann lendi hérna í skautunum hans og skoppaði hérna beint í fangi á Akureyringnum sem var reyndi skot á mark. Það barist niður í horni. Hesturringarnir pressa svolítið vel. Þarna náður pökkinum. Já. Missa hann strax aftur og ná honum aftur. Svona getur þetta verið snögglegar breytingar. Já, mikla sviftingar liðin á milli, alveg bara hægri vinstri. Já. Þarna fellur hann. Þannig að Sölvi pekkinum í sóknarsvæði, leitar eftir samherja og Axel reynir skot fyrir beint í vörn. Já, beint á spaðan hjá Ingvari Jónssoni í liði þessa sem stoppaði þetta. Þarna var skot á markinu, fór rétt fram hjá. Dómur. Það er komið dómur. Dómur segir Sindri. Sjáum endursýningu hér. Þetta SR-ingurinn krækir í hann þarna skautunum og hann dettur fram fyrir sig. Og það er fella. Nei. Það er ekki fella. Hvað gerði hann? Já, var þetta ekki cross-checking þá? Cross-checking. Ekki hvernig við höfum að íslenska það, Jóhanna. Nei, það er þegar leikmaður heldur í raun og veru með báðum höndum í kylfuna og þú veist, ítir á leikmannin eða andstæðinginn, þannig að hann dettur eða missir valda pekkinu með eitthvað slíkt. Akkurat, fær mikið högg. Já. Þannig næstu 2 mínúturnar spila SR-ingar einum færri. Og það var hann Markus Ólafsson sem fekk þennan dóm. Já. Og þar var sitt í búrinu 2 mínútur. Þessa hefur þá smá möguleika á meiri styrk í sókninni. Já. Sýnist SR-ingar. Já. Það var bara svo leys. Þarna náðan inn fyrir kassan eins og talaður Þeir spila svona svo kallega kassavörn þegar þeir eru manni færri. Hérna kemur endursýningin. Baltasar er þarna beint fyrir frá markið, fær pökkin og beint í stöngina inn, sýnist mér.
þegar liðið sem er manni fleiri skor þá endar dómur liðsins þannig að þeir þurfa ekki lengur að vera færri á ísnum. Þeir þurfa ekki að klára að setja hennan 2 mínútna dóma á sér. Staðan er þá 2-0 fyrir ESA. Sölvi nær pekkinum í uppkasti. Sendir á Daniel. Daniel á Styrmi. Mokk. Hann fellur þetta niður, sennilega dómur. Já, ég hugsa að þetta sé tripping. Það er tripping eða fella eins og við segjum. Fyrir endursýningin. Styrmir er að koma og það er Kilvan sem fer bara beint í blöðin hjá Styrmi. Og hann dettur. Fær dóm. Hann fer þá og situr í bóksinu í 2 mínútur. Já, og S-eringar eru manni fleiri. Já, nú snúast leikar sko. Þannig að þá sjáum við hvort að S-eringar geti eitthvað náð að vinna úr þessu færi. Hvort að þeir nái góður skotum á mark og hvort þeir ná að skora sko. Já. Það er stutt á milli skinn og skúri. Já, nákvæmlega. En Akureyringar verðast nú ekkert ætla að hleypa neitt inn í sóknarsvæði sko. Þeir byrja að pressa strax hátt uppi, dreifðu vel úr sér og komu eiginlega bara alveg maður á móti manni sko. Já. Þarna var skot á mark á blálinni. Axel Orongan var þarna og reyndi við skot á mark. Axel er nú eitt stigahæsti leikmaður SR. Með alls 15 mörk í vetur. Já, 15 mörk í vetur, 26 stig í heildina, hann er með 11 stóðsendingar og 15 mörk. Já. Hann er meira til gamans má geta stigahæstur í deildinni. Nei, Jói Leifs er þarna einu stigi fyrir ofan. Einu stigi fyrir ofan. Já, þeir eru þarna alveg hár í hár sko. Níels kemur hérna alveg á fleygiferð einsins frá ísnum, frá varnarsvæði inn í sóknarsvæði. Já, og nú þegar Akureyringar eru manni færri þá mega þeir skjóta pekkinum alveg upp eftir öllum ísnum og þeir fá ekki dæmda á sig ísingu. Þetta er svona eitt af þeim svona brögðum sem hægt er að nýta þegar liðið er manni færri, að þá er hægt að reyna að losa pökkin alveg langt út fyrir varnarsvæðið og fá ekki dæmda ísingu. En leið og jafnt er orðið í liðum þá gildir þessi regla ekki. Þarna reyndi Gunnlaugur skot á mark, það var varið. Nú þeir bræður hérna inn á, Styrmir og Pétur. Já. Pétur segir hann rétt náði að halda pekkinum hérna inn í svæðinu. Þeir gefa ekkert eftir Akureyringarnir þó þeir séu manni færri. Nei. Þeir ætla ekkert að hleypa S-ringum í neina góða sókn sko. Jónatan gefur á Pétur. Pétur aftur á Jónatan, hann reynir skot. Það er varið. Fast skot, beint í púðan á markmanni. Ævar. Markmanni S.A. Róbert Steingrímsson sem er í markinu hjá Akureyringum í kvöld. S-ringar vinna uppkastið. Markus missir pökkinn út fyrir bláu línuna. Þá þarf allir að fara út fyrir. Já.
Það leit út fyrir Akureyringar ætlaði að taka hann alveg skyndisókn en náðu nú að sporna við því Eskfirðingar hann alveg. Þeir ná að halda pekkinum. Já, það er skot á skot. mark. Róbert varði þetta. Eskfirðingar hægja leikinn aðeins og leyfa hérna línunni að klára skiptingarnar og stilla upp í sókn. Nú er Axel sem tekur pökkinn og hann leggur á stað. Alveg góðri ferð. Þarna reyndi Kári Markus fyrirgefðu, reyndi skotið en það fór beint í sóknarmann þessa. Og bæði lið skipta línu. Akureyringar með vald á pekkinum. Koma sér hérna inn í svæðið Eskfirðinga. Reyna að ná skot á mark. Hafðist ekki. Ingvar Jónsson með pökkinn. Gefur yfir á Jóa Leifs. Jóa aftur á Ingvar. Andri Mikaels beið þarna á bláu línunni eftir sendingunni. Lúrði þarna svo enginn sá. Já. Níels nær að taka pökkinn og dembonum út fyrir varnarsvæði. Þeir ná að stilla þessu upp. Birkir gefur hérna þvert yfir ísinn og Axel tekur á rás. Smá stimpingar hérna. Já, þeir dæma ísingu á þetta. Það var nú svona tæft. Þeir ætla greinilega að reyna þarna við hybrid icing. Það er sem sagt sú regla gildir þegar hérna pökkurinn er komin í ísingu en sem sagt leikmaður liðsins sem skýtur honum í ísingu er það snöggur að hann nær að vera á undan andstæðingum í pökkina. Þá þurrkast ísingin út. Þannig að ef að menn eru rosalega snöggir að skauta þá geta þeir alveg nýtt sér sem sagt þessa ísingareglu í hæginn sko. Já. En það þarf að vera ansi brattur sko. Fljótur að fara. Já. Normi missa pökkinn út fyrir sóknarsvæði en ná að halda honum þrátt fyrir. Fossi hérna alveg. Fossi grimmur. Já. Kemur hann upp á varnarmann. Já. Aftur niður í hotn. Glæsileg varsla hjá Ævari. Þessi hefða hæglega geta farið inn sko. Það er mínúta eftir að fyrsta leikhluta. Flautað er aftur á ísingu. Leikmenn SR sem eru búin að vera inn á í dálítinn tíma eru orðnir dálítið þreyttir en fá ekki að skipta af því að það er ísing. Það kom inn svolítill hiti í menn sýnist mér. Eru þarna einhver orðaskipti á milli leikmanna liðana. Þeir þurfa nú að halda sig á mottunni. Alltaf svona fram við fyrsta leikhluta. Já, ég segja nú alltaf allt í lagi að klára fyrsta leikhlutan svona áður en að menn fara að æsa sig of mikið sko. Já. Vissi ekki einbeitinguna strax. Ég segi það. Akureyringar vinna pökkinn, missa hann fljótt. Eskfirðingar og pökkurinn fer inn. Já, það var lágskot þarna af bláu línunni.
Sástu númeri Jóhanna? Það er endursýningin hér. Mér sýndist þetta að vera leikmaður. Akkur kemur upp á hann Bergþór. En það var einhver einn snerting hann í viðbót fyrir fram á marki. Já, mér sýndist að vera leikmaður 44. Hann Andri Sverrisson. Já, ég er ekki alveg viss, en við kannski erum ekki alveg með besta sjónum hérna. Nei. Hérna af svölunum. Við heyrum það eftir smá stund. Já, þá getum við farið yfir hann með ykkur. Sem heima sitjið. Æsi spennt að fylgjast með þessum skemmtilega leikum milli SR og SA. Þetta var lúmst. Já, þetta var mjög lúmst. Hann skoppaði þarna einhvern veginn í krísunni. Það var eiginlega, ég veit ekki alveg hvort hann hefði skoppað af púðanum hans Ævars og einhvern veginn aftur fyrir hann. Þetta var... Já. Staðan er þá 3-0. Ævar var með þennan. Þetta skot fór beint í hanskan á Ævari. Það eru 19 sekúndur eftir. Já, SR-ingar hafa skipt út línunni. Þetta eru síðustu 19 sekúndurnar sem að línan sem er inn á núna kemur til með að spila. Akkur er að vinna pökkinn og er ennþá í sók. Já, Pétur Mokk hérna danglar aðeins í Ingvar hérna fyrir battan. Andri fyrirliðin reynir skot á mark en það er varið. Þá er uppfestið aftur á sama stað. Akureyringar vinna pökkinn, ná að halda honum. Það finnir í hornið. Mikil barátta. Já. Og hér er flautað í leikhlé. Já. Staðan er 3-0 fyrir norðumönnum. Já, þeir skrá hérna markið þriðja mark SA á Pétur Sigursson sem er leikmann nr. 11 með stóðsendingu frá Andra Sverrissyni nr. 44 og Bergþóri Ágústssyni nr. 3. Þannig að þetta var hérna smá... Það voru nokkra snertingar. Já, voru hérna allavega 2 snertingar sem að dómarnir sáu og svo átti Pétur skotið sem endaði í markinu. Þá fyrir við bara í leikhlé Jóhanna. Já. Það eru 15 mínútur á heflinum sem hann hefur til þess að hefla ísinn og við sjáumst bara eftir 15. Já, við ætlum að fá okkur kaffi við Stína svo okkur verður ekki hérna, svo við getum hlýja okkur aðeins og þið áhorfendur góðu getið farið og fengið ykkur popp og kók og fyllt á allt saman og við sjáumst hérna eftir smástund. Við gerum það.
Jæja, kæru áhörundur, leikliðið er að klárast og innan skamst hefst önnur perióda, önnur lota. Já, þeir gera sig hérna klára, þeir skauta hérna hægt og rólega á ísinn og koma sér fyrir á bekknum. Þeir leikmenn sem að byrja ekki uppkasti. Nú skipta liðinu vallarhelming. Það er gaman að segja frá því, Jóhanna, að bæði lið voru með jafn mörg skot á mark í fyrsta leikluta. Já, akkurat. 10 skot á mörg. Akkurat. 3 fóru inn hjá S-ringum, af þeim 10 sem að voru skotin að markinu. Já, en ekkert af skotum SR lendi í netinu. Skulum sjá hvort að það verði einhver breyting þar á í þessum leikluta. Það er aldrei skemmtilegt þar sem að skotin séu jöfn, þar sem að okkur hefur sýnst þetta að vera bara algjörlega jöfn leikur. Já, hann hefur alveg virst það sko, það er alveg klárt mál. Svo er bara, þetta er svona sambland af kænsku og kannski heppni stundum líka með hoppi og skoppi í pekkinum. Já. En pökkurinn er komin á stað og SR vinnur uppkastið. Það er fljótt að snúast, S-anna er vald á pekkinum. Já, hérna var biðdómur hjá Sindra Gunnarsinni og hann ætlar að henda Birgi Árnasinni í refsubóksi fyrir tripping eða fellu. Endursýning hér. Þarna sjáum við að Kilvan fer beint í skautan hjá Jóhanni. Fyrir það fær hann refsidóm og SR eru þá manni færri. Já, þetta byrjar svona kannski brösulega að vera hérna eftir 15 sekundur í öðru leikluta þá strax orðni manni færri. SR-ingar. Þarna koma SR-ingar pekkinum út úr svæðinu og pressa aðeins á Akureyringana. Og reyna að halda þeim út úr sóknarsvæðinu. Þessi sending fór nú bara beint í hælinn á leikmanni SA. Þarna er á pekkinum á Bjarki og einn á markmann en missir hann. Vörnin er góð hjá SA og þeir vinna pökkin. Fara beint með hann inn í sóknarsvæði, stilla upp. SR nær að hreinsa. Akureyringar róa leikinn, stilla upp. Þannig lúrir hann á blálínunni, hann Andri. Andri Mikaels, já. Akureyringar hafa ennþá vald á pekkinum. Reyna þarna lúmst. Þarna laumar hann sér að markinu, við sjáum endursýningu. Hann er niður í horninu, fer bara sjálfur fyrir fram á mark, fyrir púðan og inn. Við sjáum hvað skiptir miklu máli að halda áfram og meðan pökkurinn er laus að halda áfram að djöflast sko þar til að dómarinn flautar. Já. Og meðan dómarinn flautar ekki þá er pökkurinn í spili og þetta margsanna sig að pökkurinn endar oft í netinu í svona hafari beint fyrir framann markmanninn þegar markmaðurinn nær ekki tökum á honum. Akkurat, það er þrautsegjan. Þetta var 4. mark. Þetta var mark hjá honum Hafþór með stóðsendingu frá Jóhanni og Orra. 4. mark SA-inga og SR er í sókn.
reynir hérna sendingu fyrir fram á markið. Já, nú skot yfir. Nú er Dómari flautar og það er Hazard, Ævar í markinu. Mér fannst nú aðeins í vegi, þarna stóð maðurinn í krísunni og Já, það kemur endursýning hér. Það er skot á mark. Ævar er í markinu og hann veður þarna bara einhvern veginn inn í hann og ýtir í hann. Og beint í krísunni þarna. það er náttúrulega, sko, í hockey þá náttúrulega er það þannig að sko markmaðurinn okkar, hann er algjörlega heilagur og það á ekkert að snerta hann eða koma neitt nálægt honum. Þannig að þegar andstæðingarnir eru farnir að atast í markmanninu þá er svona, það var oft sem að menn missa kannski svona aðeins kúli, sko. Já, akkurat. Af því að þetta þykir ekki svona, hvað maður að segja, svona mikið drengskapur í þessu. Nei, þetta má ekki og fyrir þetta fer hann Bergþór Ágústsson í boxið, fær 2 mínútur fyrir að ýta þarna í Ævar. Þá spila Ævar út úr markinu. Já, Akureyringar spila þá manni færri. Hann fær hérna refsidóm fyrir að trufla markmanninn. Þannig að Styrmir reyndi skot, fór í andstæðinginn. Kökkurinn laus hérna við hliðina á markinu. Essaringar er að reyna að ná valdi á honum og sjá hvort þeir komi skotinu. Pétur smokrar sér nær, reynir skot, fer framhjá. Rétt framhjá. Jónatan nær honum, missir hann hann út fyrir sóknarsvæðið. Þeir hægja hans leikinn, stilla sér upp. Og Níels kemur á fleygiferð inn í sóknarsvæði, hingrar eftir strákonum, er eitthvað að vandræðast með hann þarna. Þeir eru að koma hann hérna í hornið og SA-ingar ná að hreinsa út úr svæðinu, stoppa þessa só. Svo liggur hérna Kilva á ísni fyrir eftir markið, þannig að vara sig Kemur Sölvi á fleygiferð og Axel með honum. Fyrir í svæði, droppa pekkinum upp á bláu, fær hann aftur, Sölvi, Kári reynir skot. Lausu skot frá Kára. Og hann missir hann þarna á bláu, út fyrir sóknarsvæði. Axel lúrar á bláu, fær sendingu og það er snögg. Leikmaður 96, Mattias Stefánsson, átti þarna upplaupa markinu. Þú spilaðir 5 á 5. Sölvi með pökkinn. Hann er sendingu fyrir. Góð sending á hann Kára, en heppnaðist ekki nógu vel. Kári var nú snöggur á lappir en það geta endað hérna með höfuðið í battan. Hanniel sendir á Guðlaug, Gunnlaug, ekki? Jú, Gunnlaug. Sýnist það. Og þeir eru daldið að berjast þarna niðri í hornunum. Já, það var, pökkurinn fór daldið langt hérna, en það var þarna alveg örlítil snerting hjá hann og Gunnlaugi áður en hann elti niður í hornið, þannig að þetta var ekki ísing. Þeir pressa grimmt. Andri og Jóhann. Reynduðu sendingu hérna fyrir markið. Atli sendir á Jóhann. Jóhann dömpar hann niður og SR fær pökkinn. Axel er hérna fyrir aftan markið. Essaringar er að reyna að koma pökkinn út úr svæðinu.
Það var Toggjan missi pökkin frá sér, beint í fangi honum Baltasar. Og Atli reynir skot. Já, lendi beint þarna á Birki Árnarsinni í vörn SR-inga. Hann er bara hreinsaður í burt úr svæðinu og það er frysting á SR-inga. Birkir dömpa honum aðeins og langt niður í sóknarsvæði. Já, og það gerist líka stundum, þetta er svona stundum taktík þegar liðið hefur þurft að vera lengi í vörn og menn eru orðnir kannski dálítið lúnir í löpunum. Þá grípa þeir stundum gæsina og skutla pekkinum í ísingu svona til þess að ná smá hvíld sko, og reyna að stoppa svona sókn eftir sókn sko, hjá andstæðingunum. Akkurat, ná sér í nokkra sekundur til að anda. Já, akkurat. Missa pökkinn út fyrir svæðið. En halda honum þó. Já. Var Jóhann Leifsson kemur hérna einn á móti marki. Ætluðu sér að leika sér hérna Ævari en það mistókst hjá þeim. Það voru 2 á móti Ævari en það gekk ekki. Þeir halda pekkinum hér í sókn. Það er að róa þetta aðeins. Ingvar Jónsson stendur hérna fyrir aftan markið og leyfir sínum liðsfélögum að skipta og stilla upp. Jói tekur hérna rás, missir pökkinn á bláu línunni. SR-ingarnir eru komnir í sókn. Ævar reynir skot. Pökkurinn fer bara lengst upp og út fyrir. Og stefnir í uppkast hérna. Það er endursýning hérna. Þannig að koma ætla að leika sér. Pökkurinn fer fram hjá. Og þeir missa hann frá sér. Uppkast í varnarsvæði Akureyringa. Og SR vinnur. Skota markið fer hérna í varnarmann SA. Pökkurinn er laus. Og það er mikill hamagangur fyrir fram að markið. Hanna munaði mjóu. Já. Voru margir menn á sama svæði. Ævar er með pökkinn. Missið hann þarna frá sér. Það var flott samspil hjá SA. Markus nær pekkinum. Mikil pressa hjá Akureyringa. Mikil pressa. Há pressa. Já, þeir eru að leyfa SR-ingum ekkert að dingla sér fyrir aftan markið neitt. Þeir bara pressa sko. Þannig að þeir eru ekkert hættir að skora. Þeir eru komnir með 4 mörk. Já, alls ekki. Leikurinn er að verða hálfnaður. Það er annar leikluti er bara hálfnaður og þeir eru 4 mörkum yfir. Þeir eru ekkert að slaka á núna. Nei, það er ekkert svoleiðis. Mikil pressa, mikil harka. Þeir pressa hátt. Þeir vilja helst vera SR megin við rauðlínuna. Já, þeir gera þetta, já. Þeir vilja það. En það er náttúrulega eins og gefur að skilja, sko. Meðan maður er í sókn, þá fær maður ekki á sig mörk, sko. Það er svoleiðis. SR-ingar reyna að skota mark, þetta fer hérna fremhjá en Róbert, markmaður Akureyringa, nær pekkinum hérna. Rólegir í að stilla sér upp, þeir eru ekkert að flýta sér voðalega mikið.
Nei. Þessar vinnur uppkastið og Bjarki, já, hann gerir tilraun til skot á mark. Þetta var nú kannski ekki alveg beint á marki. Og þarna var skot á mark frá Daniel. Það var varið. Níels fyrir skiptingu. Akureyrar að vinna pökkinn. Lang skot hérna þvert yfir ísinn. Löng sending, beint á Hafþór. Já. Sem að lúrði þarna þvert yfir ísinn. Þeir eru að missa pökkinn og SR komin í sókn. Reyna að skota á mark en það er varið. Þarna var Kári. Og Styrmir Mokk var hérna tilbúin með honum. Já. Þeir eru ekkert að láta á sig fá þó svo að þeir hafi ekki skorað mark. Þeir berjast Já, ég held að grimmilega. Já, það er ekkert annað hægt. Það er nóg eftir á leiknum. Já, það getur ýmislegt gerst. Það eru 30 mínútur eftir í spili. 10 mínútur eftir þessu leiklutu og svo þriði leiklutu. Já. Og Markus, skot á mark, fer í púðan á markmanni. Það er nægur tími til þess að gera alls konar kunstir. Já. Það breytist rosa hratt. Getur gert það, já. Þegar ég er að horfa á liðin spila þá finnst mér Akureyringar ekkert endilega að vera með eitthvað svona brjálaðislega yfirburði yfir SR Nei, ég er sammála þar. Mér finnst þetta vera jafn leikur. Mér finnst vera liðin eru jafn mikið í sókn og vörn einhvern veginn. Það skiptist mjög hratt á milli helminga og ísnum. Já, ég meina leikmenn í báðum liðum sem eru mjög snöggir og þeir eru taktískir með pökkinn og eiga hérna góða sendingar sín á milli og þannig að það er margt gott í leik beggja liða. Algjörlega sammála því. Þarna var skot frá honum Atla hátt úr svæðinu, Ævar Ver og endar í horninu. Beint í flassi á SR. Guðlaugur kemur honum bara beint úr svæði. Þarna lúrir hann á bláu. Já. Andri. Hann er ekki að stressa sig. Nei. Fullt og slagur hann. Beið bara eftir sendingunni. Já. Þeir eru missan úr svæðinu og þeir ætla báðir að ná pekkinum. SR-ingarnir voru með mjög gott back-check þarna. Fín vörn hjá SR-ingum núna. Axel rétt missar þessari sendingu frá honum Pétri Mokk. Heiðar í horninu og Pétur með honum. Pétur með pökkinn, Reynir að koma pekkinum nær. Já, reyndi hérna bakhandarsending skot segi ég, það gekk ekki alveg eftir. Og Akureyringar, það er dómur. Upp og sí, þarna er hann Halldór. Það liggur hérna á ísnum, leikmaður SA. Það er Níel sem fær hennar dóm. Já, húking, krækja, segir Sindri. Við fáum einhverja endursýningu á brotinu. Það er húking að krækja, það er þegar leikmaður krækir endanum á kjölfunni sinni, þess spaðanum á kjölfunni í annan leikmann og hann fellur við. Og það er uppkast.
Elva eitthvað að leiðbeina strákunum. Þeir eiga að vera alveg kyrrir þar til hún droppa pekkinum. Esseringar vinna uppkastið og það er skot framhjá. Nú spila Esseringar enn og aftur einu færri og Hreinsa pökkin út úr svæðinu. já, sko 2 af þessum 4 mörkum Akureyringar hafa komið úr sem sagt powerplay þegar þeir eru sem sagt manni fleiri. Þeir rétt náðu að hérna sem sagt refsingu Birkis Árnasonar hérna í upphafi leikluta var ekki lokið. Hann var alveg að klárast þegar þeir skoruðu hérna 4. mark. Þannig að þeir hafa náð að skora í sem sagt powerplay. Þannig að við skulum sjá hvort að SR næra Kemur skotumar. Það er varið. hvort að SR næra halda hreinu núna, manni færri, þessum 2 mínútur. Já, 1 mínúta eftir og 3 sekundur af dóminum. Já, hann á að halda hreinu hálfan dóm inn. Já, skulum sjá hvort að þeir ná að þrauka þessa mínútur sem eftir er áður en Níels kemur aftur inn á. Sindri á hérna orðu og Ævar. Akureyringar vinna pökkin. Missa hann út úr svæði. Gunnlaugur sprettir af pekkinum. Flott pressa hjá Gulli Mjög flott pressa. Þorsteinsinni. Þarna náðu líka Birkir að koma inn í sendinguna og stoppa það að pökkurinn færi inn í varnarsvæði Esseringa. Jóhann Leifsson kemur pekkinum niður í hornið. Og hann er einn á móti marki. Reyniskot. Og það er varið fyrir griphanskan á markmanninum. Axel Orungan kom hérna einn á móti markinu. Það var óheppinn að koma honum ekki inn í netið og vel varið hjá markmanni Akureyringa. Níels leikmaður SR kominn inn á, hann er búinn að setja sér refsinguna og SR-ingar eru orðnir 5 aftur. Sér einhvern veginn hvernig hraðinn er að aukast, það er einhvern veginn, Já, menn er ekkert hættir sko. menn eru ekki hættir, langt frá því. Níels ósattur að fá ekki dóm hérna í horninu. Hefur ykkur orðaskipti við dómarann. Það eru komnar, komnar 13 mínútur síðan síðasta mark var skorað. Það er nú dálítið langur tími í hockey. Og það er skotbeint af bláu línunni og hafnar í netinu. Við sjáum endursýningu. SR-ingar vinna markið. Leikmaður númer 20 sendir beint fyrir ofan hringinn og hann ratar beint í neti. Þetta var hann Jónatan með stóðsendingar frá einhverjum 2 þarna. Já, þá kemur hérna upp á tölvunni hverju þetta voru. Þetta gerist hratt. Já, þetta gerist hratt. Kemur hérna beint frá, já, sennilega uppkastinu. Já. Og það var einhver snertingi viðbót. Já. Fyrsta mark SR, staðan er 4-1. Þeir eru fyrstir. Já, þetta kveikir kannski aðeins í þeim sko. Já.
Það var stóðsetting frá Ómari Söndrusinni og Kára Arnarsinni. Nú kemur dómur. Svo við. Hér vil ég senda Markus, leikmann nr. 6 hjá SR út af. Ætlaði að mér sýndist að ég bara sá ekki hvað Sindri dæmdi. Það kemur frá kynninum eftir nokkra sekúndur. Fyrir hvað? Fyrir hvað sá hann? Já, Jóhann, nú er ég bara ekki alveg. Ég bara náði ekki hvað kennirinn sagði. Maður sjá, það kemur hérna inn á hítruna eftir augnablik Þá upplýsum við ykkur dóminn. Hann fær 2 mínútur í boxinu, Markus. SR-ingar eru með pökkinn. Komið fyrir fram markið, það er skotamark, það er varið. Hér eru þarna Heiðar og Styrmir. Það var lúmst. Heiðar náði að smeygja sér fyrir fram markið en hafnaði í markmanninum. Það er hiti í liðunum. Uppkast. Akureyringar vinna uppkastið. Stilla upp í róliheitunum. Og þeir fara af stað. Já, hann sem sagt Markus Ólafsson fekk sem sagt 2 mínútna dóm fyrir interference. Eða ég veit ekki hvað það er á íslensku, truflun eða eitthvað. Það er svoleiðis. Já, ég veit ekki, já. Interference. Og þetta voru ykkur árekstur. Menn ósækndi fyrir þetta og hann fer út af, hann Unnar. Barist mjög hart hérna. Gunnlaugur hérna í barningi við 2 Akureyringa. Nú voru þeir 5 á 5. Bæði lið fullskipuð. Já. SR-ingar hafa þá náð að halda hreinu þá núna í síðustu 2 skipti sem þeir hafa verið leikmanni færri. Orri Blöndal rólegur hérna, hann hefur ekkert ætlað að reyna skot. Nein. Það reyna góða snertingu. Já. Kemur hann hérna yfir á Jóhann Leifsson sem að Ævar Verita. Hann lúrði bara, fekk að standa þarna í krísunni fyrir framan markmann, alveg óhindraður. Já. Og hann reyndi þarna að spegla pekkinum af skotinu frá honum. Reyndi að spegla honum þarna inn, en Ævar sá við honum og stoppaði það. Og stilt er upp í varnarsvæði SR-inga. Og SR-inga vinna pökkinn. Pökkurinn fyrir á bak við markið. Ekki alveg nógu góð sendingin. En þeir reyna aftur. Löng sending hérna þvert yfir ísinn. Upp og sí. Það er dómur.
hendin á dómaranum er komin upp. Biðdómur þá og markmaður Akureyringa hefur rauk úr markinu og það er alltaf verða vitlaust. Það er alltaf verða vitlaust, Jóhanna. Það er mikil spenna, mikil keppniskap í gangi. Við fáum endursýningu. Þetta eru hreinlega einhver nefahögg, sýnist mér. Það eru þarna stimpingar mann á milli. Já, mér sýnist það. Nú er Styrmir er að fara út af og Jóhann. Hefur það verið? Nei, mér sýnist, já. Dómararnir eru farnir þarna inn í boxið. Það er fundur. Það er eitthvað verið að útskýra þetta betur. Styrmir sýnist mér vera að fara einn í boxið. Fær 2 mínútur, komur upp á töflu. Fyrir hvað fær hann? Kannski held hann sé að fá, er hann að fá meira? Er hann að fá 2+10 eitthvað svoleiðis kannski? Góð spurning, sko. Þeir eru eitthvað að ræða hérna saman, kapteinarnir. Sko þetta er eitthvað svona sér íslenskt fyrirbæri þegar allir halda fund svona í miðjum leik. Og koma kapteinarnir eða sérst fyrirliðarnir og fara á fund hérna með dómarunum ofti svona í miðjum leik og ræða málin, ég veit ekki alveg. Nei, sko dómarinn dæmi bara og orð hans gilda og standa, það er bara svoleiðis. Það er ekkert að spjalla neitt þetta, bara ræðum þetta bara seinna sko. Höldum bara áfram. Áfram. Þið ekkert að vera að tuða neitt. Þetta er kannski ágætis sekundu fyrir leikmenn til að ná andanum. Jú, kannski kæla menn niður eitthvað aðeins. Kæla menn niður. En fyrir hvað Styrmir fær dóm, erum við ekki alveg viss? Nei. Hítran ætlar að láta ykkur vita því eftir örskamma stund. Jú, hann fær hérna 2 mínútur fyrir röffing. Fyrir röffing. Já, sem er í raun og veru bara að vera svona með brútal, dólsk svona ótuktarskap kannski. Já, nei, ég segi svona, jú, það er svona vera svolítið kannski svolítið grófur. Svolítið grófur, já, gott. Já. Þeir en nú er mínúta eftir af öðrum leikhluta og ef að SR-ingar ná að halda hreinu þá þarf Styrmir að sitja í bóksun alveg þangað til að upp að 3. leikhluta. Já, þá byrja þeir 3. leikluta manni færri. Já, og sjá hvernig þeim gengur að halda þessu hreinu hérna. Þarna Ussus beint í hælan á Axelmaður. Það hefði verið gott tækifæri. Staðan er 4-1. Og það er 4-1. Já, og það er mikill hiti í mönnum. Það er mikill hiti. Já, og einhver orðarskipti þarna á ísnum sem maður veit ekkert alveg hvað þeir eru. Axel nær pekkinum og hann fer á blúsandi siglingu. Pökkurinn ratar hérna í markmann og markið bara hreinlega fer með. Já, og Sindri flautar í raun og veru þarna. Sindri flautar. Eiginlega bara á sömu sekúndu og leiklutanum lauk. Það er bara þannig. Þannig að hérna, markið bara rauk þarna upp og markmaðurinn inn í markið. Þetta er alltaf sömu sekundinu, Jóna. En þetta er smá fílingurinn bara fyrir leiknum. Það er mikið barist, það er mikið af stimpingum, það er mikil harka, mikið skaut. Þetta er hraðleikur. Já, algjörlega. Og mikla sviftingar alveg bara hægri vinstri, sko. Já. Það er alveg sótt að báða bóa, sko. Það er svoleiðis. Jæja, áhorfendur, kærir, nú er komið hlé. Það eru þá 15 mínútur í að 3. leikhluti hefjist. Við ætlum að taka okkur smá pásu með Kristín. Já. Menn virðast ekkert alveg sáttir að fara út af. Nei, þeir ætla að halda áfram með þennan fund þarna síðan áðan. Þeir ætla eitthvað að funda betur. Það er bara svoleiðis. Hefillin býður bara eftir að fá að komast inn á og eftir að leikmenn og dómarar yfirgefi ísinn. En við sjáum ykkur eftir 15 mínútur. Já, það bil. Æsispennandi þriðji leikluti. Já, það getur allt gerst. Það getur allt gerst. Við sjáum bara hvernig lokatölurnar verða hérna á eftir. En
Þetta er mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi. Herðu, við kveðjum að sinni í nokkrar mínútur. Bara bless, bless.
Jæja, góður áhörendur, nú er 1 mínúta í þriðja leikluta. Staðan er 4-1 fyrir Akureyringum. Og hvað segir Jóhanna? Hvernig heldur að þriðja lotan muni verða? Já, það er góð spurning. Sko, við erum nú sammála það að það er mikill hraði í leikmönnum og það er hiti í leikmönnum. Já, sá það í lokin á annarri lotu. Já, algjörlega. Ég eins og við töluðum áðan þá finnst mér ekkit endilega sko annar liði skara fram úr þrátt fyrir að markatalan segi að staðan sé eins og hún er 4-1 fyrir Akureyringum. Já, ég er sammála þar. Hvernig var þetta með skot á mörk? Við fengum upplýsingar skot á mörk áðan úr öðrum leikluta. Já. Skotin úr öðrum leikluta eru þannig að SR-ingar skutu 13 skotum á mark og SA 9. Já, þannig að Skautafélag Reykjavíkur er með fleiri skot á markið en ná einhvern veginn ekki að koma pekkinum inn. Það vantar eitthvað aðeins þarna upp á að skilunum alla leið. Já. Þannig í heildina eru SR-ingar með 23 skot á mark og Akureyringar 19. Já. Mér finnst það kannski segja svolítið meira sko, þú veist, hvernig ástandið er á liðunum, þú veist, þessi skot á mörk, að sjá, þú veist, hvað er að gerast í raun og veru í sóknarleiknum. Já, algjörlega. Mér finnst bara hvort liðið lúra meira í sókn heldur en vörn, mér finnst Pökkur fara hratt á milli. Já, og milli liða, milli leikluta, helminga. Já. Það verðist vera eins og staðan er núna og sýnist mér dómararnir vera þarna að bora markið betur ofan í ísinn. Markið sem fór áðan í lok leiklutans er einhver smá vandræði að festa í ísinn. Já, það er mikilvægt að markið sé á réttum stað og sé vel fest. En það hafa verið þetta einhver átök í lok annars leikluta. Við höfum brotnað eitthvað upp úr hólunum eða köttunum sem halda markinu stöðugu á ísnum. Liðin hafa skipt aftur vallarhelming. Klukkan er tilbúin. Liðin eru að stilla sér upp. Þetta er síðasti leikluti á þessum síðasta leik deildarinnar. Já, fyrir úrslitakeppni. Fyrir úrslitakeppni, sko. Og Akureyringar ná valda á pekkinum, komunum inn í sóknarsvæði. Hafþór stillir sér upp fyrir framan markið og reynir að opna sig fyrir sendinguna. Löng sending upp á bláu. Gunnar fær pökkin. Orri Blöndal ríður á vaðið. Og pökkurinn ratar inn. Já, hún speglast þarna af kylfunni hjá Jóa Leifs og endar í netinu. Við sjáum endursýningu. Gunnar sendir á Orra Blöndal. Hér hann setur skot á mark. Virðist eins og Ævar verji en pökkurinn slefar í gegnum fætunar á honum og inn. Já, rennur þarna hvað undir kúana. Já. Ævar hélt hann væri með hann. Hann hélt hann væri með hann, sá hann ekki að færa inn. Nei. Þeir láta þetta ekki á sig fá. Láta þetta skipta markmann, SM skiptir markmann, Ævar er kominn út af og í staðinn kemur Atli Valdimarsson. Markið er skorað núna bara eftir 23 sekúndur í þriðja leikluta. Eins og þið sjáu, sko, þetta þarf ekki að taka langan tíma. Axel er hérna pekkinum á bláu, reynir skot, það fer í andstæðingin. Þeir eru eitthvað að berjast með pekkin í horninu. Heiðar var með hann, missir hann, Jónatan nær pekkinum. Stoppar hérna. Heiðar, dompar hann niður í horn. Og Akureyringar róa leikinn, stilla upp. Klára skiptinguna. Og síðan leggja þeir af stað.
Staðan er 5-1, Akureyringum í vil. Þannig að nú þegar eru komin 6 mörk í þessum leik og nægur tími eftir. Og pökkurinn fer upp í stúku, hafnar hjá áhörendum. Það er áhörendi sem að kasta pekkinum aftur inn á. Það er dómur. Já, Sindri vill nú meina að þetta hafi verið eitthvað viljaverk. Markus Ólafsson eða Ólavarsson fer í boxið og SR spilar þá manni færri. Það var 2 mínútur. Fyrir hvað er óljóst eins og er. Já, við nefnilega sjáum, sko, við sjáum oft ekki alveg nógu vel þessar handabendingar hjá dómurunum. Mér finnst að þeir eru að snúa svona að okkur. Já, þetta kom í báðar áttir. Já, fyrst svona í boxið og svo snúa þessi við og sýna okkur líka hvað þeir eru að gera, sko. Þarna það er skot á mark, Ævar. Nei, Ævar var komin út af. Hann var komin út fyrir. Já. Hann var búinn að skipta við hann Atla Valdimarsson. Nú Atli Valdimarsson, hann ætlar að standa í markinu síðustu 20 mínúturnar eða 18 mínúturnar. Það er nú ekki nógu góð sending. Löng sending á Níels. En það mistókst. Fór í flassið á markmanni Róberti Steingrímssyni. Hann kemur pekkinu bara aftur í leik og Akureyringar eru í sókn. Dómari flautar. Ísing. Það var ísing. Þá er uppkastið tekið í varnarhelming SA-inga. Við höfum enn ekkert, hann Markus Ólafsson fekk þarna áðan 2 mínútur fyrir þess að töf á leiktöf. Delaying of the game. Já, svoleiðis. Já, leiktöf. Hún gleymdi alveg að kynna það í mækinn. Já, væntanlega fyrir að skjóta pekkinum upp í stúku. Upp í stúku, já, akkurat. Það var það Jóhann. Og með honum kemur Hafþór Sigurðarsson og hann á skoti mark og það fer inn. Já. Við sjáum endursýningu. Þannig fær Hafþór pökkinn og hann rata beint inn. Það var fast skot. Já. Hann er Sigrúnarsson Hafþór. Hann er Sigrúnarsson. Staðan er 6-1. 6-1. Það er svoleiðis. Og SR spilar full manna. Já. SR vinna pökkinn. Jónatan hefur hann. Sendir hann á Sölva, fara tilbaka. Gunnlaugur er að berjast þarna við blálínuna, reyna við upp honum inn í svæði. SR ná pekkinum. Það eru einhverja krækjur hérna. Kilva á norðumanninum, flækist þarna. Jómari. Leikmaður nr. 17 þessa, Halldór, kom þarna alveg á fleygiferðin í sóknarsvæðið. SR á bekkinu, missa hann jafnhraðan í þetta sinn. Tók í dömbaranum niður í horn og Akureyringar ná valdi á bekkinum. Þeir stillu upp. Já, Sölvi aðeins að pressa þarna á Sölvi er að pressa djúpt. Akureyringana. Langt skot upp með battanum. Kemur skot frá bláu línunni í samherja
Axel með pökkinn hérna fyrir aftan markið. Þetta var óheppilegt. Já, þeir reyndar hreinsa hérna út en Akureyringar náðu að sporna við því. Hefst í þetta sinn. Skotið átt á marki. Fer hérna rétt framhjá og fer þar að leiðandi yfir hérna 2 rauðar línur á ísnum og fá á sig dæmda ísingu. Akureyringarna á pekkinum. Andri sendir hann upp á Ingvar. Það gerist eitthvað þarna fyrir fram að markið. Hann hefur fengið eitthvað högg á sig hérna Jóhann Leifsson. Eitthvað högg, Jóhann fer út af. En Akureyringar eru með pekkin. Björn fer djúpt niður. Eskfirðingar ná honum af þeim og þeir reyna inn í sóknarsvæði. Kári reynir hérna skot en fór beint í vörn þessa. Pétur Mokk. Það eru margar snertingar, bláar og rauðar. Já. Já, ekkert alveg útsíða sko þegar þeir eru svona styrpingar, eru svona nálægt hvort öðrum og þetta skoppar kylfana á milli þá ekkert alveg útsíða hver hefur sigur í einvíginu sko. Jónatan nær pekkinum, sendir hann á Heiðar. Heiðar fer fyrir bak við markið. Þeir pressa grimt. Akureyringarnir ætla ekkert að hleypa SR í sókn. Nei. Og Jónatan leggur á stað, það er pressa frá Akureyringum, þeir eru 2 þarna, Gunnlaugur fær pökkinn, Ómar er með honum, það er skot á markið eða framhjá. Náttúrulega ekkert á markið eða framhjá. Nei, en að markinu. Að markinu, ég áttaði. Já, algjörlega. Það var ágætis tilraun. Já, það var það. Það er ekkert að draga úr Eskfirðingum þrátt fyrir markatölu. Nei, Gulli hefði, sko hann hafði ekki droslega mikinn tíma til að athafna sig þarna. Hann hefði nú kannski, þú veist, ef hann hefði fengið smá svigrúm hefði hann getað kannski leiðrétt sig aðeins og náð betra skoti en þeir voru ætluðu ekkert að leyfa honum það, Akureyringarnir. Það er ekkert svigrúm. Nei. Eskfirðingarnir eru slakir. Já, þeir fá góðan tíma til að skipta. Endur hérna í vörninni á Eskfirðingum. Já, Bjarki fór hérna inn í. Við reyna að hreinsa út fyrir svæði hérna, út fyrir bláu. Styrminna er pekkinum og þetta er ágætt. Markus Mokk misti kilvunni sinni þarna. Axel reynir langa sendingu á Sölva. Sölvi er inn í sóknarsvæði. Pétur er með honum þarna. Pétur er með. Hann var á langt bil á milli. Já, Ingvar Jónsson kom þarna steig inn í þessa sendingu og hann sá þetta. Já. Mikill reynslu bolti hann Ingvar. Hann er búinn að vera í bransanum örugglega í 25 ára eins og maður segir. Ég veit ekki hvað hann er búinn að vera lengi. Hann er búinn að vera í landsliðinu og ég hélt að hann væri hættur að spila sko en hann er greinilega hvergi hættur. Það hefur verið pínu það núna í vetur að gamlir eða svona reynsluboltar séu að koma tilbaka. Já, við erum nú með Birki og Þórhall og Pétur sem hafa komið tilbaka eftir svona smá hlé og bara alveg hjartanlega velkomnir. Það munar það að vera með góða og reynslumikla menn. Þetta var öflugt. Þannig að þegar Þorgils beint utan í bakkan, hann tekur eitthvað höfuði. Hann er ekki að kvarta. Nei, menn fyrir nú Heiðar með pökkinn. Það er að passa sig á þessu sko. Það hefði ekki endað illa. Já, það hefði ekki gert það. Þó svo að leikurinn sé oft tíðum harður og hraður og allt það, þá náttúrulega
verðum við nú samt að vanda okkur við það ekki að slasa fólk, sko. Þessar líka að missa hérna pökkin og Pétur með valda á pekkinum, já, eða svona. Birkir að horfa hérna kringu sig og pekkurinn laus hérna alveg á neutrálsvæðinu. Styrmir pressar og Ómar með honum og Akureyringar eru með valda á pekkinum, koma inn í sóknarsvæði. Mikið hraði. Nei, en þetta alveg svakalegur hraði. Þeir alveg bara fara hérna alveg fram og tilbaka. Algjörlega. Fram og tilbaka og það er mikið spil að gerast hérna á milli blálínuna í miðjunni. Já, algjörlega. Já. Algjörlega, sko. Akureyringar reyna að koma pekkinum inn í svæði SR en hefst ekki og viðsnúningu svo aftur og nú var Markus og Styrmi. Hafþór pressar hérna grimt á leikmann SR, hann Styrmi Mokk. Þeir liggja hérna í horninu og Sindri flautar með hendina uppi. Hver fær dóminn og fyrir hvað? Jæja, Kristín, nú skulum við reyna að sjá hvað Sindri gerir. Sjá hvað hann gerir. Já, það er tripping. Tripping, segir Sindri. Tripping, fella. Fella, já. Hverjum ætlar hann að hendi bósið? Það er Axel, eða ekki? Það er Axel Óróngan, leikmaður númer 9. Já, Skautafélag Reykjavíkur sem að fær þennan dóm. Elva fylgdi honum þarna samskusamlega í bóksið. Það var margt að gerast þarna í horninu og var ekkert alveg ljóst. Nei, algjörlega óljóst, sko, hver var að fá dóm og fyrir hvað, sko. Akkurat. Pökkurinn að ferðast hratt á milli liðana. Það eru margar snertingar. Já, og svo koma líka svona alveg öflugar langar sendingar þvert yfir ísinn inn á milli, sko, þannig að sko, spili skiptist alveg frá hægri hlið yfir á vinstri og öfugt, sko. Akureyringar vinna uppkastið og Unnar en með pökkinn reynir að koma honum yfir á hinn varnarmanninn en þarna fer skot í leikmann SR. Þeir ætla ekki að gefa sig. Nei, SR spilar enn og aftur manni færri og af þessum 6 mörkum sem Akureyringar hafa skorað hafa 3 þeirra komið í hvað er það, 4 fyrir ekki, það er 4 þessara marka sem hafa komið út úr powerplay þar sem að Akureyringar eru manni fleiri. Ævar verð þetta skot Nei, þetta er hann Atli. Ævar er kominn á bekkin, Kristín. Kominn á bekkin. Hún var heitt í hamsi þarna áðan. Ég held að Gunnlaugur þjálfari SR-inga hafi ákveðið að leyfa honum að hvíla aðeins og draga andan. Já. Þetta er hann Atli. Já, en hann varði þarna glæsilega. Akureyringar skipta út línunni að einhverju hluta til og halda áfram í sókn og SR spila kassaspilið. Þeir eru þarna að reyna að halda Akureyringunum fyrir utan slottið eins og er kallað, ég veit ekki hvað þetta svæði sem er mitt á milli uppkastshringjana. Þar eru væntanlega flest mörkin skoruð. Þarna rata pökkurinn inn. Skot frá Orra Blöndal. Sjáum endursýningu. Það maður niður í horninu. Sendir á Orra upp og hann neglir honum í nettin. Já, það er bara svo leys. Þá er þetta fimmta mark Akureyringa sem að þeir skorað þegar þeir eru manni fleiri á ísnum. Já. Þannig að 5 af þessum 7 mörkum sem Akureyringar hafa skorað hér í kvöld hafa verið þegar þeir hafa verið manni fleiri. Þannig að þann lærdóm má draga þessu að Skautafélag Reykjavíkur þarf að hætta að fá menn í refsubóksið.
Við kannski gefum það góða punta til leikinn. Já, og látum við vita hvernig á nú að gera þetta. Já, ég veit það ekki með það. Nei, ég segi En hvernig á ekki að gera þetta kannski? Jú, nákvæmlega. Jú, algjörlega. Það er akkurat málið. Það er vesen á markinu aftur, sama marki og áðan. Það virðist vera eins og holan sé bara ekki að halda. Kannski finnst Sindra svona gaman að bora. Það gæti verið. Nei, en þetta getur verið bölva brass. Ef það brotnar upp úr ísnum og það eru þessi pinnar sem koma þarna niður úr miðjum markstöngum sem að halda markinu á sínum stað og ef það brotnar upp úr ísnum og götin sem að halda markinu verða of stór, þá verður þetta allt saman dálítið losunarlegt og það þarf ekkert mikla stimpingar þarna við markið til þess að markið hreinlega fari bara á rás. Þannig að þetta getur verið bölva brass. Akureyringar vinna pökkinn þessu uppkasti. Akureyringar vinna pökkinn. Við reyna hérna Níels og Baltasar að keppast hann í horninu. Pökkurinn verið út fyrir svæði. Þeir reyna að halda pekkinum sín á milli. Birkir Árnason á hérna langa sendingu fram og Rangstað, segir Óli Þór. þarna var Ævar með fæturnar á milli, eða sigur megin við blálínuna og hann missir pökkinn þarna aðeins út fyrir, var eiginlega kominn dálítið inn fyrir línuna og þá fær hann rangstöðu dæmda. Já, 7. mark SA sem að skora þarna áðan, skráði á Gunnar Arason, leikmann nr. 5 með stóðsendingu frá Hafþóri Sigrúnarsyni og Jóhanni Leifsinni. Og Gunnar, hann er einmitt þriðji markahæsti leikmaður deildarinnar á eftir Jóhanni Leifsinni og honum Axel og Rongan. Hann hefur skorað svo mikið sem 8 mörk, þannig að þetta er 9. markið sem hann skorar og hann á hérna 17 stóðsendingar samkvæmt tölum dagsins í dag. Þesseringar reyna að komast í sókn og Akureyringar vinna pökkinn af þeim. Þeir eru bara rólegir hérna, spila pökkinum. Andri lúra á bláu. Já. Keyrir með hann inn í sóknarsvæði. Þetta skoppaði þarna af honum Axel og fór næstum inn en Atli sparkaði honum eiginlega þarna út úr krísunum. Satt eiginlega á rassinn. Já, en náði einhvern veginn að sparka Skemmtileg honum. markvarsla. Já, þetta var svolítið skemmtilegt. Hann notaði ekki kilvinu, Það var aðeins öðru sig. Já, það er gaman að sjá svona frumlegheit, Það er alltaf gaman að því. Ingvar býður þarna blálínunni og býður átekta og sér hvort að pökkurinn komi þarna upp með battanum. Tilbúinn að Þeir ná að hreinsa hann út úr svæði og fá dæmda ísingu. Já, hann nær að hreinsa þarna út upp með bláu og að miðju. Hann reynir þarna sennilega að komast nálægt markinu af því að þá eiga markmennið það til að stoppa pökkinn með kilvinu sinni og koma þar leiðandi í veg fyrir að fá dæmda ísingu. En nú er Jakob Jóhannesson kominn í markið hjá Skautafélagi Akureyrar. Það er uppkast í sóknarsvæði Akureyringa. Þeir ná pekkinum og eru þarna eitthvað að senda
stutt á milli sín. Essaringar sáu við þessu og Styrmir fer með Styrmir tekur pakkin. á rás, hann er 1 á móti marki. Úff, skýtur hérna beint í öxlina. Á markmanninum. Já. Akureyringar ætla nú ekkert að hleypa Esseringum út úr svæðinu. En nú sjáum við hvað gerist. Kári Kári með Árnason pakkin. komin hérna nálægt marki. Og pakkurinn ratar inn í hægra hornið. Það var mjög þröngt. Fjærhorni mjög þröngt. Það var mjög þröngt hjá Kára. Hann Sjáum gerði þetta endursýningu. lista vel. Kári kemur þarna einsinsliðs Já. og pakkurinn fer upp í fjárhornið og inn. Þetta er annað mark SR. Það er svoleiðis. Ég veit ekki hvort að það fá einhverju skráð á þessu stóðsendingum. Ég ást nú Kári gera þetta bara nokkuð vel eitt sko. Þetta hafi komið hérna bara frá miðjunni. Já, alveg já. einsins liðs. Já, ég held það. Sjáum hvað setur. Já. Staðan er 7-2 fyrir SA. 9 mörk komin í þessum leik. Já. Það var rétt hjá þeir í uppháð leiksins Jóhanna. Já. Þetta er markasúpa. Já, heldur betur. Við vorum aðeins búin að kynna okkur hvernig síðustu leikir þessara liða hafa farið og það var alveg hérna ábyrjandi að í öllum þessum leikjum hafa komið mörg. Þannig að það var svo sem kannski við því sama að búast hér. Já. Nú fær hann á sig dóm fyrir high stick. Það er þegar menn sveifla keilvinu svona hátt yfir höfði sér og pökkurinn þeir slá pekkinum svona sem að þegar pökkurinn er í loftinu, þeir slá pekkinum niður á ísinn og í raun og veru senda hann á samherja. Þetta er ekki í boði, strákar mínir. En þetta er ekki brottvísun, þetta er sem sagt bara svona áminning, svona lauflétt flaut og uppkast er þá tekið í sem sagt varnarsvæði þess liðs sem að fékk á sig dóminn. Þorkell nær pekkinum, sendir hann yfir á Axel. Axel sendir hann niður á bakvið mark á Þorkels aftur. Reyna hérna Styrmir Mokk hérna ákveðin, ætlar að fara í pökkinu á undan Ára Blöndal. Og beint á Birki reynir skot. Þrjumur skot hérna. Pökkurinn laus í slottinu á miðjunni hérna. Birki nær pekkinum. Þeir reyna áfram í sókninni. Axel á þarna langt skot af bláu línunni og markið. Esseringar eru hvergi hættir. Þarna á Akureyringar að hreinsa hann út fyrir bláu. Esser pressar áfram. Heiðar tekur þarna sendingu aftur fyrir sig og Akureyringar reyna skot hérna. Gunnar reynir skot og það er varið af Atla. Já. Atli greip þetta skot, hann sá þarna hann sá hvað Gunnar var að fara að gera. Bæði lið skipta leikmenn. Það er ekki mikið eftir af þessum leik. Nei, nú komin hérna upplýsingar í heitruna og Kári Arnarsson sem skoraði annað mark SR er skráður bara 1 fyrir því marki. Já. Og glæsilegt mark það. Glæsilegt mark. Esseringar hafa pekkin. Markus sendir á Gunnlaug. Gunnlaug dömpar honum djúpt niður í svæði. Já. Ævar eftir. Akureyringar ná valda á pekkinum en Esseringar snúaði fljótt við. Styrmir
að vantaði einhvern mann með honum. Akureyringar komin inn í sóknarsvæði. Halldór sem ber hérna pökkin upp inn í svæði SR. Það er Axel. Axel tekur á rás og það sér við honum þarna Andri Sverrisson. Nei. Jú, Andri Sverrisson. Það var reynt skota á mark. Og það er varið. Það kemur annað og annað. Þetta er einhver kaka þarna. Já, þeir liggja þarna Von á öllum. Þverir hvorn annan. Sölvi liggur þarna og markmaðurinn. Þetta voru nokkur skot Já, sem þetta voru nokkur skot. reynd voru. Já, og þeir ætluðu ekkert að hætta þessu ríkarnir. Þeir hérna voru að reyna að taka frákostinn og hérna. Þeir eru langt frá því að gefast upp. Já, algjörlega. Það er 1 mínúta eftir og rétt rúm 1 mínúta eftir að þriðja leikluta og staðan er 7-2. Þannig að þó að margt geti gerst þá hugsa ég að það sé nú útsíðað að Akureyringar vinni þennan leik. En þeir eru ekki hættir. Þeir eru ekki hættir. Þetta var klöfuleg sending. Kári er hérna með pökkinn og fer fyrir aftan mark SR. Það eru 3 Akureyringar í honum. Já, hann ber hann hérna út úr svæðinu, Hann er að sendir á koma Pétur honum. Mokk sem að sendir svo á. það er mark. Þetta var glæsilegt samspil. Þetta er greinilega mark Glæsilegt samspil. Heiðars með stóðsendingu frá Pétur Mokk. Við sjáum endursýningu. Pétur Mokk tekur hann hérna í sóknarsvæði, sendir á Heiðar skýtur og það er í fjárhornið, hægri hornið inn í nett. Já, þetta var mjög Þetta flott var samspil. mjög örugt Já, algjörlega. og ákveðið. Já. Þetta var Flott mark. Já, ég veit ekki, varnarmenn SA, þeir voru einhvern veginn hvergi nærri í þessari sókn. Þeir voru eiginlega 2, má segja, í svæði. Já. Staðan er 7-3 7-3. og 35 sekúndur eftir af þessum leik. Kári fær hérna stóðsendingu með honum Pétri. Já. Þannig að kemur Kári, Pétur Og Heiðar. Heiðar og upp í fjærhornið. Já. Akureyringar reyna þarna grimt að ná skota á mark. Þannig grípur hann pökkinn og það er flautað hér til leiksloka. SA vann þennan síðasta deildarleik tímabilsins 7-3. Já. Við þökkum áhorfendum kærlega fyrir áhorfið. Já, þetta er flottur 10 marka leikur. Já, geggjaður leikur, skemmtilegur, spennandi allan tíman. Já, ég hlakka til að fylgjast með liðunum mætast í úrslitakeppninni. Já, algjörlega. Þessi 2 lið munu etja úrslitin saman. Já. Og ég held að mig alveg gera ráð fyrir álíkra mikilli spennu. Já, ég efast ekki um það. Þetta er allavega, það er ekki leiðilegt að horfa á svona leik sem er með mörg og hallar ekkert endilega brjálæðislega mikið á annað liðu, sko. Þannig að Alveg sammála því. Já. Bara bæði lið hefðu þess vegna geta unnið hennar leik. Já. Það er bara að skila pekkinum lengra inn. Já, ég meina allavega með við skot á mörk, sko, þá er markvarsla Akureyringa bara mjög góð og þeir SR-ingar hafa ekki náð að koma pekkinum inn fyrir markstangirnar eins og þeir höfðu verið að reyna. Já. En þeir gáðust ekki upp. Nei, alls ekki. Og voru bara í mikilli hörku allan leikinn. Já. Þannig að ég Það er ekki geri spurning. ráð fyrir að úrslitaleikinni verða eitthvað svipaðir.
Þeir ætla ekki að hætta. Nei, þeir gera það ekki. Nei. Þeir gera það ekki, það held ég ekki. Og hérna, ég veit ekki hvernig það er, en ég gerir ráð fyrir að SA-ingar séu þó með heimaleikja réttin. Já, ég hugsa það. Já, En við bara þökkum kærlega fyrir okkur. Já, þakka fyrir samfélgina og vonum að þið hafið haft jafn gaman að þessu leik og við. Og bara hlökkum til að fylgjast með úrslitakeppninni. Já. Takk fyrir í kvöld. Takk fyrir í kvöld.